Gleðilega aðventu, kæru söfnuður. Það gott að við getum komið saman fyrir framan tölvuna á þessum tímum þar sem við getum ekki hist í kirkjunni. Við skulum hefja þessa stund á að helga okkur Drottni með því að signa okkur og segja saman í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjá Jesaja spámanni stendur skrifað: Heyr, kalla þér. Greiðið Drottni veg eyðimörkina, ryðjið Guði vorum beina braut í auðninni. Sjá, Guð yðar kemur í mætti og ríkir með máttugum armi. Sjá, sigur laun hans eru með honum og fengur hans fer fyrir honum. Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbun í faðm sér og bera þau í fangi sínu, en leiða mæðurnar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Við skulum biðja. Guð vill hlusta, mér langar að segja þér hvernig staðan er. Allt þess að breyta þetta hana. Það er svo erfitt að finna fyrir gleði og tillökkun þegar óvissin er svona mikil. Hvernig á ég hlakka til jólana þegar ég veit ekki hvort ég get notið þeirra í faðmi fjölskyldu og vina, eða hvort ég mun halda jólin einn og án þeirra sem ég elska mest. Guð huggaði mig eins og móðir huggar barnið sitt. Guð, viltu hlusta? Mér langar að segja þér frá gamla fólkinu sem við megum kannski ekki heimsækja yfir hátíðarnar. Frá þeim veiku sem þurfa að takast á við veikindin án nálægra ástvina. Frá vinum mínum sem þurfa að sitja einir inn í íbúðum sínum og bíða einhver sem við vitum ekki hvað verður. Guð huggar þau eins og móðir huggar barnið sitt. Guð, leyfðu mér að segja frá hvernig fólkinu þínu líður. Frá börnum sem eru þrungin áhyggjum, sem skynja hættuna en skilja hana samt ekki alveg. Frá fullorðnum sem óttast að missa vinuna. Frá ungmennum og unglingum sem finnst svo erfitt að sitja tómum höndum. Sem frá félagskap og fjör. Frá heldri borgurum sem geta ekki notið ævi kvöldsins.
sem ekki geta faðmað barnabörnum. Guð, hugar við þá eins og móðir hugar barn sitt. Guð, leyfðu mér að segja þér frá fólkinu þínu sem hafði áður en faraldurinn gekk yfir mist allan kraft og von og sem nú þarf að lifa skelfilegu flóttamannalífi í skugga faraldurs, þar sem öllum dyrum lokað þó svo að neyðin sé meiri en nokkru sinni fyrr. Guð, hugaðu þau eins og móðir hugar barn sitt. Amen. Á hverju morgni eki ég í austurátt til móts við sólar upprás í áttina að Köln. Ég þramma dag hvern dyr menntastofnunar sem hýsir rúmlega 1000 börn og ungmenni. Ég festa mig grímuna, tek niður gleraugun því ég sé hvað sem ekki neitt fyrir móðu. Ég spritta og spreyja og þvæ hendur og borð og stóla og minni blessu börnin milljón sinnum á dag á að gríman á að vera yfir nefinu og munninum en ekki hökunni. Þetta ger ég dag eftir dag eftir dag. Fyrstu vikurnar, þær voru allt í lagi. Við vorum vongóðum að bráðum tæki þetta nú enda, en svo gerðist það ekki. Tölurnar hækkuðu og óvissan byrjaði að hafa áhrif. Hvenær verður lokað? Hvað tekur við næst? Og svo kom að því að það kom upp smit. Við vissum að þetta gæti gerst en við vorum að vona. Nú er þetta nýji raunveruleikin okkar, að það koma reglulega upp smit. Og við verðum bara að læra að lifa með því. Við vonum að sem flestir sleppi. Við vonum ég sleppi. Við leggjum líf okkar í hendurnar á stjórnmálamönnum sem að taka mismikið mið af sérfræðingum. Og það er ekkert sem við getum gert til að breyta því. Hingað til hafði ég alltaf haldið að ef ég þyrfti að leggja líf mitt í hendurnar á einhverjum, þá væri það í hendur þess sem að vissi hvernig þetta bjarga því. Hvernig þetta lækna. En núna stend ég frammi fyrir því að þurfa að leggja líf mitt í hendur fólks sem að er ekkert endilega með mína persónulegu velferð í fyrirrúmi. Það er búið að vera mjög erfitt að læra að lifa með því að ég sé ekki mikilvægasti þátturinn í þessari ógn sem að kórónuveirun er. Það eru aðrir sem skipta meira máli, sem eru viðkvæmari. Ég þurfti að læra að sætta mig við að ég hefi hlutverki að gegna sem sé ekkert endilega best fyrir mig persónulega. Hlutverki mitt er að gæta að velferð barna og að sjá til þess að þau fá að læra. Þau læra að lesa, skrifa, reikna og þau geti leikið sér og glaðst með bekkjarfélögunum, að þau fá að flytja jólaleikritið í formi myndbands, að þeirra kórónu ár verði eins gott og ég geti mögulega boðið þeim upp á. Það hefur verið ótrúlega erfitt að beygja sig fyrir þessari veiru, að hætta að reyna að skilja allt sem er búið að ákveða og að taka því sem að kemur með æðruleysi og hneigja höfuðið í auðmýkt gagnvart lífinu sem mér hefur verið gefið og ganga áfram veginn sem ég er að ganga á. En ég hef líka séð ótrúlega góðmennsku og náunga kærleika þetta árið. Ungir sem aldnir hafa boðið sér fram til að hjálpa bláu ókunnugu fólki. Í síðustu viku kom hérna 11 ára drengur. Hann kom til þess að bjóða fram hjálp ef einhver skildi þurfa hjálp við innkaupin. Og enn geisar pláan. Hún geisar á meðan við reynum að finna gleði á aðvendunni. Hún er skuggahliðan á björtu ljósunum sem við kveikjum til að lýsa upp skammdegið. En við eigum von. Vonum að bráðum komi lausnin, að bráðum komi bóluefnið sem gerir okkur kleift
að anda léttar, án grímu. Vonin eitt af besta sem að mannskepnan hefur fengið að gjöf. Án vonarinnar værum við áreiðanlega löngu útþurrkuð úr veraldarsögunni. Eiginleiki okkar til þess að finna í hjartanu vonum að bráðum komi betri tíð er lykillinn að því hversu vel okkur gengur að fóta okkur í ömurlegum aðstæðum. Þessi von nær meira að segja út fyrir gröf og dauða. Á þessari undarlegu aðventu skulum við halda fast í vonina. Hún fleytir okkur hálfa leið í gegnum það sem eftir er að þessu langa kórónumaraþoni. Við skulum krjúpa við jötu barnsins nýfædda og leggja áhyggjur okkar við fætur hans. Við skulum vona og leggja allt okkar í hendur þessa litla barns sem loforð Guðs að hið góða sigri að lokum. Í nennum áhyggjur og kvíða fyrir jólum sem kannski verða án ástvina. Án heimsóknar til ömmu og afa, án innlits á elliheimilið, án uppkominna barna sem eru við nám lengst út í heimi. Skulum við halda fast í vonina það að Guð muni vel fyrir okkur sjá. Vonina að nú fara að birta, að þið góða muni ná yfirhöndinni. Skulum vona og biðja við jötu frelsarans. Guð, sáldraðu mjúklega huggun þinni yfir okkur, láttu hana umlykja okkur og bættu blessun þinni við sem gerir okkur ónama og ótta og skelfingu. Segðu við óttaslegin hjörtu, slá rólega. Við uppgefna sál, já, hættan er nærri, en ég hjá þér. Gefðu okkur þrátt fyrir allt sem ágengur, að við getum tekið gleði okkar á ný yfir sólinni og náttúrunni, yfir fólkinu sem við elskum, yfir þér, Guð, svo að við megum ganga í gegnum þennan tíma með von og hugrekki í hjarta. Amen. Drottinn blessi þig og verndi og gefi þér notalega aðventu og gleðilegu blessunarík jól. Amen. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól.